þá var ég svona 3-4 ára sko, þá hvarf ég bara alveg í fleiri klukkutíma. Og svo bara kom kvöldmatur og ég sást ekkert og það var alltaf að fara á límingunum og bara löggan komin á halvu bærin hann að leita mér sko. Svo fannst ég alltaf bara einhvers staðar lengst út í hraunið eða eitthvað sko. Svo fór ég bara til Ameríku. Týndist í henni. Og þá Friðgeir, hann nú svona líka svolítið ræktarleg týpa sko, hann hringir í mig og fer svona að dúkka upp svona. Og ég heimsótti hann líka til Los Angeles og það var oft svona glatt á hjalla má segja hjá okkur, þetta lífsfyrstir ungir menn og rúmlega það, þetta kemur á daginn og verður sagan svolítið þannig að Friðgeir er svona íslensk örlaga fyllibitta í Ameríku. Hérna Charity Hospital, röslaði mér hingað sko, ég var svo fucked up að það var ekki hægt að fara með mig í fangelsi sko. Og þá var ég tekinn hérna og lokaður upp á 9. hæð. Og þar hérna voru allir settir saman sko, geðsjúklingar, dópistar og alkohólistar sko. Og náttúrulega það er eiginlega ekkert hægt að segja, þú veist, hver er hvaða, því þetta er náttúrulega allir geðveikir sko. There you go, hold them. Ég flutti til New York og þá er hann allt í einu orðinn sko, listakokkur í New Orleans. Þetta er allt svona skrautlegur ferill, svona óvæntar vendur í sögu Friðgeirs. Eiginlega sko, bestu ljósmyndirnar eru bara minningarnar sko. Bara keyra á hann. Það þarf að enda þessa myndir.